Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna í fjarveru Gunnars Móra ætla ég að sjá Trump-tímann. Hjá mér eru góðir gestir, Baldur Þórhaldsson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason. Verið velkomin. Takk fyrir. Herði, það svona, kannski nýjast í Trump heimi, það er State of the Union, ég veit ekki hvort að nefndu þið að horfa á alla ræðuna, 107 mínútur, lengsta State of the Union ræða sem haldin hefur verið. Ég skal svona verið 10.000 orða lengd, það er eitthvað. Ég let nú vera að bara fara að lesa samantekta á henni í erlendum miðlum, leta duga. Já. Á því hverju hvað var rangt og hvað var rétt og hvað var rangt með farið í ræðunni, aðalega. Já, ég ætla að segja sama hér, ég svona samt sá þessi helstu brot þarna, náttúrulega maður verður að sjá hann í persónu sko, þar sem hann er að biðja mennum að standa upp ef þeir er á móti, ef þeim finnst líf bandarískra ríkisborgara meira virði heldur en annara og biður salinum að standa upp og svo demokrátarnir sem standi ekki upp þá kallar hann þá óvinni og svikara og þarna hefur fólk dæmi. Það er svo mikið þíeter. Já, þetta er bara einmitt. Það er ótrúlegt einhvern veginn að lifa þessa tímalínu að manni finnst. Það er sama hérna sko, það er bara svona, held ég svona almenn sko, svona geðheilbrigðismál sko, maður að passa upp á eigin geðheilsu að vera ekki að eyða of miklum tíma í hluti eins og þetta, þannig að ég augljóslega þá nefndi ég ekki að horfa á 2 klukkutíma nánast af einhverju sem síðan sem er áhugavert það að fréttaskýrandi sem að fjallaði um þetta segja sko meðal annars að það voru engar áhugaverðar fréttir sem kom út úr þessu. Hann setti ekki fram nein ný stefnumál, það kom ekki neitt nýtt fram í þessu ávarpi hans, enginn sko, sem í þessi ávarp oft á tíðum eru notað á fórstöðum til þess að setja á dagskrá einhver ný stefnumál og nú ætlum við að leggja áherslu á þetta sem er sérstaklega áhugavert því að nú eru miðkjörtímabilskosningar yfirvofandi og repúblikaflokkurinn í sko mikilli taphættu og þá hefði maður kannski átt vona á því að hann myndi sko blása til einhvers konar sóknar en öll sóknin sem hann blést til var einhvern sókn á hendur demókratunum fyrir að vera óþjóðlegir og vondir og með þetta standi ekki upp til þess að fagna því að líf bandarískra ríkisborgara sem meira virði en ólöglegra innflytjenda. Þetta er það var í raun og veru það eina sem kom út úr þessari ræðu. En hann virðist líka sko hafa verið að leggja meiri áherslu kannski heldur en undanfarna mánuði á innanríkismálin, líklega út af kosningunum, komandi kosningunum sem þú nefnir. Nefnir ekki til dæmis Grænland á nafn og fór svona meira yfir í innanríkismálin, en mér fannst sko umfjöllunin innanríkismálin, hún byggist aðalega á rangfærslum. Bara rangum tölum og röngum upplýsingum og bara segja ekki satt. Það er það sem eiginlega stendur eftir að mínu mati hvað þessa ræðu varðar, að hann hefur ekki upplýsingar, gögn eða annað til að sýna fram og hann hafi náð árangri. Til dæmis í efnahagsmálum eða öðrum málaflokkum í Bandaríkjunum. Heldur þarf að reiða sig á rangfærslur. En það er ekki skrítið vegna þess að hann hefur ekki náð árangri. Þannig að þú getur ekki bent á árangur sem enginn er. Þannig að það er nú kannski eitt. En þetta er rétt hjá, það er mjög áhugavert að sko, þetta er eitt af því sem menn hafa veitt athygli með þessari ræðu. Það er akkurat það. Hann leggur meira áherslu á innanríkismálin og utanríkismálin og menn hefur kannski búist við því að þá heyrði meðal annars þar og sérstaklega í ljósi þess að núna er hann að sko er ykkur undirbúningu fyrir strax fyrir Íran, telja allir. En það er þá ekkert sko neitt þess efnis í þessari ræðu sem bendir til þess. Það er líka áhugavert. Þannig að sko það sem er kannski svona fréttnæmt við þessa ræðu er svona þetta hversu löng hún er og svo hversu lítið raunverulega hún segir. Annað en þetta sama gamla sem er það að Trump kemur með einhverja staðlausu stafi, blæs út einhvern árangur sem enginn er, flaggar til þess einhvernum uppdiktuðum tölum eða einhverju bulli og svo einhverja svona ræknar árásir á pólitíska andstæðinga sem er kallað á óvinni ríkisins og sjúka og eitthvað í þessum dúr sem er En sko, takum áriða Margréti, samt langum við að segja varðandi þetta, en það er nákvæmlega að mínum mati með þessum málflutningi eins og í ræðunni í gær sem Trump hefur náð árangri í kosningum. Með þessum málflutningi,
með rangfærslum, með því að níða skóinn á þennan ómerkilega hátteldi með verið að segja af demokratum og hvernig hann fer í þá andstæðinga sína í stjórnmálum og hann hefur náð pólitískum árangri með þessu og hann heldur uppteknum hætti. Það er svona, Já, einmitt. eitt sem ég kannski greindi svolítið í, sko, mér fannst hún svona ívið jákvæðari. Þessi, hann er meira að tala upp, sko, frekar en niður. Allt sem er svo ömulegt og við þurfum að vera hrædd við þennan og hinn og hér er allt eða var alltaf molna út af demokratum, hann auðvitað kemur því að, en hann er meira svona að tala hvað þetta... Sjálfshól. Já, sjálfshól, einmitt. Þetta sé orðið allt frábært og það gæti einmitt, eins og þið segið, þú veist, tengst kosningum og kannski bara þessari stöðu sem maður stendur fram fyrir að vera orðin óvinsælli. Þannig að sko, þetta var ekki svona American Carnage ræða, það er rétt. Já. Nei, ég ætla einmitt að segja þetta sem Baldur var að nefna, þetta er allt eftir bókinni bara sem hefur virkað fyrir hann hingað til, að einmitt að segja bara það sem honum dettur í hug hverju stundu og hvort sem að sannleikurinn hefur aldrei flækst neitt sérstaklega fyrir honum eða staðrendir en einmitt, ég horfði ekki á alla ræðina og það má vel vera að það hafi verið eitthvað meira jákvætt og svona, en sjálfshólið auðvitað alltaf til staðar að að því að bara ef maður fer og ég er ekkert búin að vera að fylgjast með Trump eitthvað síðustu áratugi og veit eitthvað hann, en ég hlusta reglulega á sko Restis Politics, það sem verið stundum að fara í gegnum svona sögu hans. Ég horfði til dæmis aldrei á þessa raunveruleika þætti þar sem að hann var stjarna Apprentice. Ég hef ekki hort á einn þátt, sko. Þannig ég þekki ekki þetta, en ég svona samkvæmt því sem að maður heyrir og lesa, þá er þetta og hefur verið löngu áður. Hans taktík löngu áður en hann fór í frambúð þar að segja, að bara að koma fram eins og hann sé frábærastur, hann sé bestur og allir aðrir eru ömulegir og allt er frábært sem hann gerir og það skiptir engu máli hvort það er satt eða ekki, en bara og líka setja þetta upp þannig að hann sé sigurvegari í þessu öllu og ef að hann er sigurvegari þá þarf einhver að vera sem sagt að tapa, það eru bara winners og losers og þetta er bara svona zero sum game og það er það sem að hann gerir í þessari stefnuræðu þannig gær, alveg svo hann hefur gert áður og svo kannski líka, ég meina eins og þú bendir á, það sem er auðvitað nýtt er að það er bara hans fylgi er að dvína töluvert. Ég sko, aðdraganda kosningana síðustu, forsetakosningana, þá tók ég mig til í þrígang og horfði í beina útsendingu á ræðum hans á kosningafundum, á stórum kosningafundum. Sati, sko, ég veit ekki hvað það hafði áhrif, ég sat í útkverfi í Bandaríkjunum í öll skipti í sófónum þar og horfði á þættina. Varstu mjög slörp í? Ég var ekki mjög vinsæll á heimilinu vegna þess að ég var stöðugt að segja, mikið rosalega er hann góður og sko að því leytinu til, mér fannst hann í þessu ræðum sínum algjörlega og ég held að myndi ná til bandarískra kjósenda með þessu, þó að ég vissi þetta voru rangfærslur, ég vissi að hann var að ýkja, ég vissi að hann var ekki að segja rétt frá og það voru sko svívirðilegar árósir á andstæðingarins í stjórnmálum, mjög ómerkilegar og bara ekki sannar, en mér fannst það vera virki í sjónvarpinu og ég hugsaði, hann er að munna á árangri með þessu sem hann gerir. Því að hann verður að eiga það, hann er snillingur þegar kemur að eiga við fjölmiðla og koma fram í fjölmiðlum. Það verður ekki tekið af honum. Nei. Þetta er svona, kannski tengist þessu, sko, fylgjendur hans þeim virðist nú oft á tíðum bara vera alveg sama hvort að það sé rétt frásagt sem með farið sem að hann er að bera á borð einhvern veginn og þú veist, og það er auðvitað kannski bara partur af þessu svona celebrity kultúr í stjórnmálum. Ég held að þetta þekkist víða. Við erum að sjá þetta gerast svolítið í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Fólk velur sér bara eitthvað svona leiðtoga sem er eitthvað svona stórstjarna og svona sniðu og snappi og köttar krappið eitthvað svona og þá skiptir engu máli hvað hann segir.
Nákvæmlega þannig. Þetta snýst meira það kannski að vinna debatið. Ég má sletta þannig að ná því. Ég tek stundu dæmi frá því þegar Evrópusambandsumræðan var sem hæðst hér, þegar við vorum í samningaviðræðum með Evrópusambandið, þá kom ég á Sveitabæ fyrir austan fjall og það kom inn í mitt Silfur Egils á sunnudagsmorgni og það var stjórnmálamaður sem hrópaði í sjónvarpinu stöð Malta er ekki Evrópusambandinu. Og það var að benda stjórnmálamannum á það að það var hún ekki rétt sem var að fara fram, en hún bara hélt ótrúlega áfram, hélt áfram. Þá stóðu kallarnir þrír sem sátu í sófanum og þeir stóðu upp úr sófanum og reistu upp hendurna og sagði, þar létu hún að heyra það. Og þeir vissu alveg að hún var að fara með rangt mál, það skipti engu máli, hún bara stóð við sitt og lét á að heyra það. Já. Það var það sem skipti máli, það skipti engu máli hvort að stjórnmálamaðurinn fara með rétt eða rangt mál og þeir vissu alveg þessi sátt í stofun, hún var að fara með rangt mál, hún lét bara á að heyra það. Já, ok, þetta er kannski einn punktur varðandi þessa ræðu, það sem mér fannst vera merkilegt við hann var það að það var ekki sókn. Það er ekkert sem kemur út úr henni sem bendir til þess að hann sé að hafi blásið til neinnar sóknar með neinum vitrænum hætti. Sérstaklega í ljósi þess þeirri stöðu sem hann er í, sem það er nýlega þá búið að dæma tollans ólöglega og hann er í ákveðinni klemmu með það. En það bendir allt til þess að hann muni finna sér einhver leið út úr því og lýsa einhverju nýjum tollum eða finna einhverju aðra leið til þess að leggja á þessa tolla sína. En ekkert af þessu kemur fram í þessari stefnuræðans. Óvinsældir hans, gríðarlega miklar. 36% styðja núna samkvæmt nýjustu CNN-könninni sem er sögulega lítið. En þannig að það sem sló mig var þetta, mér fannst það komið á óvart að það var ekki þessi baráttuhugur eins og þú ert að tala um. En kannski er það sem hann er þá að gera er þá að tala til þess hluta kjósenda sem hann þó hefur og þeirra sem hugsanlega eru fyrrum kjósendur hans eða stuðningsfólk reyna að fá þá tilbaka með akkurat þessu að láta þá heyra að segja demókratunum að þeir séu sjúkir og þá sitja einhver heima í stofu og segja akkurat að já það er frábært. En hins vegar í því sambandi, akkurat að því þú segir þetta, þá er mjög áhört einn tala sem ég sá sem það var CNN sem var að fylgjast með við þurfum fólks til ræðuna meðan og verið að flytja hana að það er sögulega lítið áhorf á þessa ræðu í gær þannig að það er ekki margir að fylgjast með henni þannig að ef það er strategían akkurat þetta, að reyna að tala eftir fólkins heima í stofu og láta það standa upp og segja já, djúvill, þarna lætur hann helvítis demókratana heyra það að þá er, það audience er frekar lítið og svo hitt að samkvæmt þessari könnun sem við séum þá voru það 38% þeirra sem voru að horfa á ræðuna sem voru mjög sammálunum, þannig að það er ekki heldur virtist þá hugsanlega ekki vera að virka en það gæti verið það sem hann var að reyna af því að mér fannst það undarlegt að í þeirri stöðu sem hann er, að hann blási ekki til neinasóknar, setja ekki á dagskrá ný málefni, vegna þess að þú segir að þetta er hluti af hans strategíu, sé bara að æða svona áfram og henda úttölum og hvað nú er. En eitt sem hefur verið hluti af hans strategíu allan tíman hefur verið svona flood the zone með til dæmis allra handa stefnumálum og yfirlýsingum hann ætli nú að gera þetta og gera hitt hluti sem hann getur ekki gert og ætli sér aldrei að standa við. Eins og til dæmis upphæfa árs þá talaði Trump það að hann verið ætlaði að fyrirskipa bönkum í Bandaríkjunum að nú væri hámarka á vexti á kreditkortum og banna allra handa einhvers gjöld á kreditkortum ekkert gerst. En þetta fekk mikla athygli þegar þetta kemur út og já, þannig að Trump að gera eitthvað og ábyggilega margir heima í stofu sem akkurat þetta er það sem þurfti að gera. En svo fylgir ekkert í kjölfærið. Og það er það sem ég svolítið átti von á. Við þessari stöðu sem hann er í núna, er það myndi koma einhvern svona broad fuselage af einhverjum yfirlýsingum þá nú ætla hann að gera þetta og hitt þarna og með þess að þú segir það kom ekkert Grænland. Það er eitt af þessum svona áhugaverðu undarlegu svona loforði með einhverjum stórfenglegum stefnumálum sem hafa komið frá undanfari til þess að nú ætla að taka við Grænland sem er einhvers konar vitleysa frá upphafi til enda. En þetta setur hann út og fær einhverja athygli á þetta og getur blásið sig út á þessu máli. En það var ekkert slíkt í þessi ræðu. Það var svolítið áhugavert. Og mér finnst svolítið erfitt að átta maður hvað er hann að fara með það. Og það besta sem ég dettur í hugi er svolítið að hann sé það bara vant í hann vindin. Já. En það að tala í 2 klukkutíma þindarlaust
að hann sé að reyna það rýmar ekki alveg heldur við það að segja sko vindurinn sé að fara honum, ekki það að mér las hún reyndar að sumið þótt að hann vera í lokræðurnar vera orðin sko hljóma þreyttur og uppgifin á sjálfum sér. Eðlilega kannski bara, ég manna maðurinn einmitt hann stóð á öskrinu í 107 mínútur og það með þvílíkum tilþrifum, þetta er gamall maður og hann en ég held að ég sé margt til því sem þú segir Magnús sem að það sé kannski svolítið vindur úr honum, ég meina það eru þetta heilmargt í gangi, það eru Epsteinskjölin, það er Grænland, það er Íran, það eru tollarnir og það, þú veist, það er endalaust verið vera svolítið að hún er að mistakast svolítið svona í alþjóðumálunum. Já, hann er dálítið að bakka. Hann er að bakka, hann getur farið yfir það í Grænlandi, ákveðnu leyti í Íran, ákveðnu leyti líka í Suður Amríku, hann heldur minnst ekki áfram þar, í innanlandsmálum líka, innflytjendamálunum, löggæslunni og öllu mögulegu og leið og hann er að fara að fá ásakanir á sig að hann standi ekki við stefnumál sín, jafnvel frá hægrinu, hann sé ekki að ná, eins og þú segja Magnús, hann sé ekki að ná að framfylgja því sem að segist ætla að framfylgja, það er í vaxandi mæli að koma gagnrýni á það, þá held ég að hann þurfi einmitt að virkja sterkasta stuðningskjarna sinn að þeir trúi því hann ætli sér ennþá að þessu og þá bara notar hann þessar aðferði því að hann hefur ekkert að sína, hann hefur ekki náða árangri og hann þarf að virkja þá til að þeir fari út og styrki þessa undiröldu sem náttúrulega fleitt honum í embættið. Já. Svo akkur með þetta með það að ná árangri það er að meðaltali þegar að Biden kjörtíðanbíl Biden eru 57.000 ólöglegir innflytjendur fluttur úr landi á núna seinustu mánuði þá er það 37.000. Það er virkilega. Það er eitt af þessu sem er ótrúlegt er það að fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hann er að reka úr landi er minni en Biden. Já, það snýst náttúrulega þessa leiksýningu ekki. Að einhver leiti er það vegna þess að það eru fjöldi ólöglegir innflytjenda sem hafa verið að koma til Bandaríkjanna hefur fallið. Og það er 2/3 held verið að tala sem ég sá þannig að það hefur gríðarlega mikil þannig mjög stór hluti af ólöglegum innflytjendum sem er fluttur úr landi eru fólk sem er nýkomið inn. Þannig að einhver leiti að þá er hún að ná árangri með fyrirbyggjandi aðgerðum og kannski eru þessar aðgerðir allar, og það er náttúrulega svo sem Stephen Miller talaði það. Partur af aðgerðinu sé það að fá fólk til þess að self-deporta og svo að koma í vekk fyrir að fólk komi in the first place með því að setja á svið þessar leiksýningar. En það sem er áhugavert er þetta að mann setur á svið þessar leiksýningar. Tölurnar eru, hann getur ekki bent á þær árangurnar þegar leiksýningarnar, þær eru að misheppnast vegna þess að jafnvel fólk sem er fylgjandi því að þau þurfi að hefta innflutning á ólöglegum innflytjendum og þau eru að fækka ólöglegum innflytjendum í Bandaríkjunum og jafnvel löglegum innflytjendum líka, þeim finnst þetta kannski fullangt gengi að sé verið að skjóta út á götu bandaríska ríkisborgara. Setja börn í einhvers konar varðhald og Já, en ef hugmyndin sé, ég held að þetta snúist meira leiksýninguna og hugmyndina að meir hluti kjósenda trúi því að republikanar og hann tryggi landamærið og betur í morðaða þannig eins og þeir segja, það fækki innflytjendum, að þeir séu betri að stjórna efnahagsmálum, þeir lækki verðbólguna, þeir lækki olíuverðið, þeir skiljið þannig að það er meira þessi hugmynd sem kannski hægri menn víðum heim hafa verið með að þeir standa sér betur þegar kemur að stjórn efnahagsmála, þegar kemur að stjórn ríkisfjármálana, þegar kemur það að gæta öryggi landamærana. Þannig að ef menn trúa þessu, þá kjósa menn margir hverjir frekar til hægri heldur en vinstri og það kannski skiptir máli í þessari brjálæðislu orrahríð og upplýsingaflæði sem er yfir okkur að maður bara á mjög erfitt með að höndla allar upplýsingar og hvað er rétt og hvað er rátt. Þannig ég held þessi hughrif þessa séu ennþá mikilvægir heldur en áður. Það er sem leiksýningarmisheppnast er að segja það að meiri, þetta innflytjendamálin hefur verið það mál, það sem hefur nett meira, fleiri eru þeirra skoðunar hans en á árangri en eru þeirra skoðunar sem eru andsnúin í stefnunni. Það hefur snúist við. Það er engin málflokkur, það sem Trump er með net positive fylgi lengur. Efnahagsmálin voru það, innflytjendamálin voru það, efnahagsmálin er búin að tapa af því efnahagsmálin eru ekki, það er ekki að, hann er ekki að ná árangri í efnahagsmálum og meira sé í innflytjendamálunum,
er hann búin að tapa því og það er út af því að þessar leiksýningar hafa gengið of langt. Já, og þessar leiksýningar hafa þetta líka haft þau áhrif er að bara ferðamönnum hefur fækkað gríðarlega í Bandaríkjunum og það auðvitað hefur áhrif á efnahaginn og þegar að fólk fyrir svona almennt að átta sig á því að þetta hefur afleiðingar fyrir bara veski mitt, hversu mikið ég hef til þess að eyða hver mánaðamót að þá einmitt fer þessi svona sýn á því að Trump og aðrir til hægri geta einhvern veginn stjórna efnahagnum, kannski að svona aðeins að tvína. Og ég segja bara fyrir mitt leyti að því að nú menntaði ég mig í Bandaríkjunum og fer alltaf reglulega á ráðstefnur til Bandaríkjana og hef gert í mörg ár. En og ég að fara í rannsóknarmisteri á næstu önn og var búin að hugsa mér að fara til New York og vera þar að gera rannsóknir. En ég hef ekki list á því. Ég bara hef ekki list á því. Líka bara líkurnar á því að það verði einhvers konar vandræði eru bara til staðar og ég nenni ekki að standa í því og það er fullt af fólki eins og ég sem bara þetta hefur áhrif, þessi leiksýning hefur áhrif á miklu fleiri en bara þess að mögulegu, ólöglegu inflytjendur eða það. 100%. Já. Við erum að hætta að horfa svona svolítið á, við erum farin að sjá kannski Bandaríkin svolítið meira fyrir það sem að þau standa fyrir eða hafa staði fyrir svona miklu frekar heldur en einhvern svona stóran líknandi vefjandi góðan bróður. Ég held að mörgum hafi brugðið við einmitt að því við nefndum Grænland bara hér á landi þegar þær yfirlýsingar byrjuðu að fólk fóru að hugsa sér nær mitt eins og þú talar um að ef það hefur áhrif á veskið mitt eða bara það hefur áhrif á umhverju mitt. Ég meina hvernig, ef hann tekur Grænland og tekur hann auðvitað bara Ísland með. Og þannig að það er svona aðeins annað tónn í því hvernig fólk horfir á hann held ég og horfir á Bandaríkin með hann allavega í brúnni. En þekkið þið það hvernig svona stuðningur við hann innan flokks, bara í republikana flokknum sjálfum. Þetta er auðvitað risastórt batteri. Hann var ekki vinsæll svona, þegar fyrir síðustu kosningar. Þetta var ekki þeirra svona ideal kandidat. Það var mjög athyglisvert að sjá hefur verið hvað þingmenn bæði í fulltrúadeildinni og öldungadeildinni hafa flykt sér á bakveðan vegna þess þeir voru ekki stuðningsmennas, margir hverjir, en hvernig þeir hafa staðið með honum og hann hefur alveg getið haft tögl og haldir í flokknum og rauninni bara hefur úrslita áhrifum það hvort að menn njóti framgangs í flokknum eða ekki. En það eru augljóslega bara síðustu vikum að koma brestir í þetta. Maður sér einn og einn þingmann vera að ljá efasemdir sínar tiltekið mál, til dæmis tollamálin eða hversu hart æs gengur fram í handtökum og morðum á saklausum borgurum og varðandi Grænland og Venezuela. Maður að sjá þingmann koma fram, getum sagt á þessu ári, sem við gerðu ekki 25. Það er breyting. Og ég held að ef við ætlar neða okkur til að spá, þessi ákvörðun Hæstaréttar, það sem dómar sem hann sjálfur hefur skipað fara gegn honum, sem menn áttu jafnvel ekki vona á, þó að náttúrulega stjórnarskráin sé nokkuð afdráttarlaus hvað þetta varðar. Þannig að þessi dómur kom mér ekki óvart að hann mætti ekki leggja þess að tolla á, en það kom mörgum óvart að dómar sem hann hefur sjálfur skipað skildu fara gegn honum, að það er ákveðin svona býr í segl þeirra sem eru republikanar en eru ekki á Trump línunni en hafa ekki þorað að verða annað því þeir eru ekki átt neitt framið þeirra er úti en þeir hafa mælt gegn honum. Þannig að það er að verða breytinga ég held. Svo með Hæstaréttardómarana að því að hans taktík hefur verið að stjórna með svona ógnum að ef þú ert ekki með mér 100% í öllu að þá hefur verra að og það sem hann gerir í kjölfari á þessu dómi er að fara á sinn samfélagsmiðl, nafngreina þessa dómara sem óvinni og það getur bara verið stórhættulegt í Bandaríkjunum í þessu árferði sem er núna. Þannig að þetta, hann grípur hann í taktíkina sína að þú ert Hæstaréttardómari sem ertu þetta bara að verja stjórnarskrána og hann fer og
og sko einhvern veginn að hvetja, hvað hann að gera í þessari stemningu sem núna, hvetja sitt fylgisfólk til þess að hundaflutið. Já, þetta er stór, í alveg, þetta er stór hættulegt, myndi ég halda. Hann sé einhvern veginn að... Ég held að í viðbröðum við Hæstaréttardómnum þarna akkurat þessi, sko, hann vanur því að geta náð sínum fram með því að hóta fólki og hann hefur, telur sig hafa og hefur haft tök og tak á sjálfstæðum stofnunum og öllum embættismönnum og einhvern veginn að geta þvingað sínum fram í gegnum ólíklegustu tæki og tól og náð sínum fram. En Hæstiréttur varinn frá þessum áhrifum en þá sennilega eina stofnunin í Bandaríkjunum sem þokkalega varin fyrir sko, áhrifum Trumps með þessum hætti. Og eins og þú segir, hann hótar dómurunum með einhvern óbeinum hætti að þeir geta haft verra af þá hugsanlega frá stuðningsmannmanns hugsanlega með þessari, kannski en líka og það var það sem ég var að hugsa sko, við þessa yfirlýsingu sem þú vísa til, það hann segir að fjölskyldur þeirra eigi að skamma sín og það sem ég held að hann sé sko þar að tala það að sko ég get náð fram hefndum á ykkur og þá ekki stuðningsmenn mín, ég get að hóta ykkur líkamlegu ofbeldi, heldur ég get náð fram einhvers konar efnahagslegum hefndum eða öðrum hefndum eða blásið til rannsókna á einhverjum fjölskyldumeðlimum ykkar sem þá vantarlega í einhverju viðskiptum einhvers staðar hafa einhverja pólitíska drauma eða hvernig sem það og sem hann hefur verið tilbúin til þess að gera sko til þessa og takmarkað. En það sem áhugavert við það að Hæstiréttur tilbúin til þess að ganga gegn honum sko eins og þú segir Baldur, þetta var nokkuð veginn fyrir séð að með þeirri myndu dæma þetta ólöglegt vegna þess að hann hefur sjálfur grafið þessi, sko, hann setur á tolla undir því yfirskýni að það sé vegna einhverja neyðar aðstæðina. En svo hvernig hefur hann sem réttlætt þessa tolla sína, hvernig hefur hann talað þá, að það alveg augljóst öllum, að það ekki vegna einhverja sérstakrar yfirvofandi brýnnar neyðar sem hann á að leggja á 70% tolla á Kanada vegna þess að Macron var ekki nógu vingjallu við hann í einhverjum yfirlýsingu einhvers staðar, eða forseti, ekki forseti í Sviss, hvernig það? Sambandsforseti. Jú. Já. Sá hafiði líka móðgan einhverju símtali og þá átti að leggja á hann tolla og Kanadamenn gera viðskiptasamninga í Kína og þá að leggja 100% tolla á Kanada. Svona randomli hann að hóta tollum, hægri vinstri og það er augljóst mál að þetta ekkert vegna einhverja neyðar aðstæðna, heldur hann að beita þessu tollavopni sínu til þess að kúa erlend ríki til hlýðinni og undirgefni við sig. Þannig að lagaleg forsenda fyrir því að hann geti notað þess að tolla hann sjálfur viðurkenni það að hún sé ekki. Hann sé ekki að beita með þessum hætti. Hvað þýðir það? Ég meina, geta lönd hætt við að greiða, eða geta þau bara sleppt í að taka þátt í þessu tollavesinni hans? Nei, þau geta það ekki, sko. Það sem ég finnst, og aðeins og annað en samt ekki, sko, það sem ég finnst athyglisvert, hvað Grænlandsmálið var mikið lærdómur, ekki bara fyrir marga leiðtoga í heiminu að ég heldur líka að segja bandaríski stjórnmálamenn í fjölmiðlum að Grænlandsmálið hafi haft áhrif á þá. Að þegar Evrópuleiðtogarnir, kannski maður segja, stóðu loksins í lappirnar gegn honum og voru ekki bara að sleikja hann upp í Hvítahúsinu fyrir framan og bjóða hann við konungsveislur og fleira, að þá þá var það að gefa eftir. Þeir stóðu saman og stóðu bara þétt saman og ég held að það hefur líka jafnvel haft áhrif á innanlandsmálin í Bandaríkjunum. Því menn hafa séð það þegar með ná svona samstöðu og gefa ekkit eftir, þá glætur hann undan. Því að hann hættir ekkert, hann er rauninni bara eins og ofbeldismaðurinn, hann hættir ekkert, hann gengur bara alltaf lengra og lengra og lengra. Þannig að þetta Grænlandsmálið sé, hann fór mjög illa að ráði sínu þar, vegna þess hvernig Evrópuleiðtogarnir náðu rauninni utan það mál. En það sem ég hef, má ég kannski segja, áhyggjur af eða fyrst eitthvað athyglisvert það er þessi sko sterka undiralda í Bandaríkjunum sko, sem er breyting á hugmyndafræði stórs hluta í republikanaflokksins. Þetta er sem stýra flokknum og það eru fremst sko varaforsetinn og stríðsmálaráðherrann, jafnvel sko utanríkisráðherrann og þetta eru bara ungir menn. Þetta eru með öllu líkingum til að gera ráð fyrir að þessi menn verði áfram í stjórnmálum í Bandaríkjunum næstu áratugi. Trump verður ekki mikið lengur heldur en þetta kjörtímabil. Þannig að hvaða áhrif munu þeir áfram hafa tögluhaldir í flokknum eða ekki, finnst mér rauninni svo stóra spurningin. Og þetta er ekki bara sko, spurningin utanríkisstefnu í utanríkismálum, heldur líka bara hugmyndafræði innanlands. Afskiptasemi síðan af evrópskum innanríkisstjórnmálum.
sem við sjáum bara með beinum hætti og þetta já, þú getur enn víðtækar afleiðingar í heiminum heldur við horfum á í dag. Þessi hugmyndafræðilega breyting sem eiga sér stað á Reykjavíkurflokksins. Já, ég voru ekki Bretar að neita Bandaríkjaherum einhverjar herstöðvar. Sarkosegjum. Já, þeir mættu ekki fara í stríð við Íran á breskri grundu. Hvernig var það nákvæmlega? Bretar neita Bandaríkjunum að nota einhverja breska flugvelli til loftarása á Íran og þaðan kemur þetta djúst Charkos-mál. Já, það var eitthvað svoleiðis, já. En sem sagt, já, ég meina alltaf, sko, eins og þú ert segja, Baldur, sem held ég, sko, stóra fréttin í þessu öllu saman og sem stóra málið núna það og, sko, þessi, svona, sko, dag frá degi, sko, vitleysan í Bandaríkjunum og með Trump hefur svona athygli okkar allra, en það sem, sko, undir niðri það sko, meiri háttar breyting á Repúblikaflokknum og hægrinu, ekki bara í Bandaríkjunum heldur, semst allan heim. Og sú breyting ekki búin að spilast út að fullu. Og það sem síðan sko áhugavert sko, í Evrópu það sem við erum með fjölflokkakerfi, að þar getum við verið með sko svona stóra og öfluga einhverja svona sko jaðar hægri flokka. Í Bandaríkjunum bara tveggja-flokkakerfi. Og þá spurningin sko hvort að þessi sko kjarni sé nógu stór til þess að geta siglt yfir 50% og við náð sko einhver varanlegum tökum á bandarísku samfélagi eða hvort að hann staðnæmist þarna í þessum 36% sem ennþá styðjaði Trump og ef það staðnæmist í því að þá breytir engu hvort að J.D. Vance og Pete Hegseth og einhverju aðrir ruggldallar verða semst 150 ára og stýra flokknum í öll þau ár. Ef þeir eru bara í 36% þá verða þeir bara á jaðrinum í pólitíkinni. Hvort semst hvað það sem ég segir sko hérna það að í Bandaríkjunum þóttu við fáum sko svona stóran róttækan sko kjarna innan Repúblikaflokksins. Ef Repúblikaflokkurinn verður þá þar með minnihlutaflokkur, þá það ekki eins alvarlegt eins og ef hann verður meirihlutaflokkur með slíkan kjarna. Því að evrópsku stjórnmál þá fungerar pínlítið öðruvísi vegna þess að við erum með fjölflokkakerfi og þar með geta einhver svona stórir minnihlutaflokkar skipt meira máli en kannski sem innan tveggja-flokkakerfis. Sko ég held sko eftir núna þegar Trump lætur embætti þó hann eigin eftir henni 3 ár sko þá eftir að fara fram verulegt uppgjör innan Repúblikanaflokksins en mér finnst hins vegar bara meira spurningum það ef ég má orða að þannig hversu langt flokkurinn ætla til hægri ekki hvort hann ætla ef við skilgrunum þetta sem hægri sko í innflytjendamálum, efnahagsmálum með hægri með vendastefnu og annað hversu langt hann fer til hægri sko og svo líti nú einmitt sko bara á söguna og flokkarnir skiptast nú einfallega bara með svona nokkurn veginn að fara með forsetembætti sko og með völd í deildum þingsins þannig að stefna Repúblikanaflokksins mun skipta okkur bara verulega miklu máli á komandi árum. Já, menn ég held að það er auðvitað mjög áhugavert að sjá framvindu mála þegar að Trump hörfar að sjónarsviðinu sko að því að eins og bara J.D. Vance það hvert hann fer með sinn pólitíska feril að því að ég held að hann virðist vera þess að tækifæri sinni fremur en allt annað af því að það bara svo rosalega stutt síðan að hann var að líkja Trump við Hitler og var að gagnrýna Trump og svo bara hugsaðan ég þarf að ná mínum árangri ég þarf að styðja Trump, vera með honum í liði en hvað hann gerir síðan hvaða stefnu hann tekur að því að hann verður væntanlega framboðsefni Repúblikanaflokksins næst að því að það bara hefðin það ekki að sá sem hefur verið varaforseti að hann verði eða svona Já, hann allavega svona framarlega á kandidatsrófinu. Hvort að menn haldi áfram á þessari leið eða farið hans að bakka að því að svona almenningsálitið og viðhorfin að það búið að ganga fram af ansi stóru hluta þjóðarinnar og fólk svolítið að fá nóg að hvort þetta snúist einhvern veginn. Ég held að demokrataflokkurinn eða forsetshefni demokrataflokksins verður valið næst. Það ég alveg vissum eins og Baldur segir, þetta svona einhver skipti. En hvað gerir síðan við framtíðina? Hvernig verður þetta þannig? Sko? Það bara, ég veit ekki, mér finnst það mjög áhugavert að velta því upp að því að líka það sem að auðvitað þessi
þessi Trump tími hefur auðvitað haft miklu meiri áhrif á heldur en bara það sem að gerast í bandarísku þjóðinni, bara á alþjóða stjórnmál og og svona viðhorf. Mér þess að bara við á Íslandi, þetta hefur allt haft áhrif á okkur. Þetta er líka að vera svo ótrúlegt, það er að hætta að verða fréttir þegar ég varaforseti, þó vísu ennþá fréttir þegar varaforseti Bandaríkjanna og utanríkisráðherra Bandaríkjanna bara fara til ríkja í Evrópu þar sem hefur að kjósa til þjóðþings og skipta sér með beinum hætti að kosningunum og bara tala fyrir tilteknum flokkum. Þeir fóru nú fílla með þetta í gamla daga Bandaríkir tímum kalda stríðsins, þeir gerðu þetta en þeir reyndu nú að gera þetta svona bak við tjöldin en ekki með þessum afgerandi hætti. Þetta er rauninni bara fyrir stjórnmálafræðing er bara ótrúlegt ég má segja, áhugavert að fylgjast með þessu, hvernig þeir beita sér Þetta er það er svo grímulaust og hefur orðið allavega á þessu núverandi kjörtímabil Trumps kannski gríman fjall svolítið hratt. Það virðist enga reglur lengur í svona alþjóða pólitík þegar kemur á Bandaríkjunum. Þeir geta einmitt farið og reynda að hafa einhver áhrif á kosningar, þeir geta hótað tollum hingað og þangað ráðist inn í lönd það er svona þeir eru orðnir það er svona wildcard. Ég hef allaveg séð þannig og fundist og tala lengi fyrir því hvað republikanar rauninni hafa haft lengi alltaf horfnu sér þegar kemur að alþjóðakerfinu, sérstaklega þegar kemur að vægi alþjóðastofnana í því að stjórna heimsmálum í orðaði sem svo, að setja reglur og lög sem bindur hendur stærri ríkja með Bandaríkjanna. Bush til dæmis 2001 þegar hann vinur þær kosningar, hann lagði heilmikla áherslu í kosningabaráttunni sinni gegn alþjóðastofnunum að taka Bandaríkjamenn þar út og að draga völdu þeirra þess að Bandaríkjamenn gætu farið því fram sem þeir vildu í krafti stærðar sinnar. Nú er Trump einfallega að koma þessu, ég segi öllu í verk og gerir það mjög, ég getur sagt skilvirkan hátt fyrir hans og hans stuðningsmenn, þannig að þessi hugmyndafræði er búin að vera mjög lengi ríkjandi meðan republikana. Ég held að þetta er mjög mikilvægur punktur náttúrulega sem sá að margt af því sem við erum að sjá núna, Trump gera, eru hluti sem voru þegar byrjar að koma fram með mjög skýrum hætti einmitt á Bush árunum eins og talar og það gott dæmi það er akkurat eins og þú segir, er þetta sem oft aldrei gleymist held ég, er það að í tíð Bush að þá er stjórn Bush notar alþjóðastofnanir til þess að ljá sínu stefnumálum lögmæti. Samanber það að eigða löngum tíma í öryggisráðinu til þess að sannfæra menn þar það að Írak sé að koma sér upp gereyðingavopnum. Trump telur að það sé óþarfi og gerir þetta grímulaust. En einhverja síður að þá er í tíð Bush að þá er þessi undirgröftur undan alþjóðastofnunum. En gagnrýni republikana þá í það minnsta svona út á við á alþjóðastofnunar og hún var getur við sagt þrengri og targeteraðri. Þannig að til dæmis það sem þeir höfðu við Sameinuðu þjóðirnar eða út á þær að setja voru annars vegar samsæriskenningar. En svo var það að Sameinuðu þjóðirnar hafa stutt rétt kvenna til þungunarrofs og það er alvarlegt vandamál sem þurfi að stemma stigu við. Þannig að það eru meðan að hjá í tilfelli Trump að þá er þetta einhvern veginn bara grímulaust þær standa í vegi fyrir því að við megum fara fram því sem við viljum og gera það sem við viljum. En það náttúrulega þau okkar sem hafa lesið eitthvað sögur að vitum síðan það náttúrulega Bandaríkjamenn hafa í gegnum tíðina skipt sér af innanríkismálum í Evrópu og utan Bandaríkjanna en ekki grímulaust kannski alveg en þá hafa menn látið CIA sjá það fyrir sig frekar en að gera það með einhverjum beinum hætti og með einhverjum svolítið límsku fyllri eða mýkri aðferðum en að koma bara og það er nýtt en að þessu leyti það er mikilvægur punktur akkurat sá að margt í þessu er ekki fullkomlega nýtt heldur Trump að gera það með meira brútal hætti kannski og það er eitt af því sem Carney bent á í þessari frægu ræðu sinni verð það að við höfum allan tíð vita það þetta rule-based alþjóðasystem að í því kerfi hafi hinir sterku og þeir hegemon sem eru Bandaríkin geta farið sínu fram og aldrei alveg þurft að fara eftir öllum þeim reglum sem allir hinir
þurftu að fara eftir, en núna þá sé bara keyrt á jarðýtu í gegnum þá yfir allt saman. Það náttúrulega þannig að þótt að við höfum séð merkjum þetta áður, að þá þetta kerfi bara dálítið mikið búið og Trump jarðaði það. Já, ég nú ennþá í kerfið nú til staðar og það funkar ennþá. Það gerir það þó að Trump sé að gera mjög margt til þess að reyna að brjóta það niður. Það sé ég að minnst að kosti þannig bæði stjórnkerfi Bandaríkjanna, skiljiði, þetta og alþjóðakerfi, það ennþá til staðar, það að veita honum viðnám þó hann sé að leita leiða til þess að breyta því og það sem kannski alvarlega hann til dæmis með bandalagi með Rússlandi að reyna að breyta kerfinu. Kína að einhverju leyti orðið svona setti sig fram á fyrra kjörtímabili Trump sem verndari frjálsra viðskipta. Skilurðu, það nú ekki alveg komið sterkt fram núna en að ákveðnu hluta. Þannig að ég ætla nú ekki að afskrifa alþjóðakerfið ennþá. Sameinuðu þjóðirnar hafa oft brugðist í fjölda stríða í gegnum tíðana út af einfaldlega neitunarvaldi stóru ríkjana í öryggisráðinu. Það kannski ekki nýtt undir sólinni þar, en Trump gengur vissulega lengra. Það sem kannski nýtt í þessu fyrir okkur hér í Evrópu. Það mjög langt síðan við í Evrópu höfum séð svona afskipti af okkar innanlandsmálum. Okkar öryggis og varnarmálum og innanlandsmálum líka. Aðrar heimsálfur hafa mjög lengi mátt þola þetta. Og það rauninni bara nýlega. Við þurfum að fara þetta langt aftur til þess að rifja þessa tíma upp hér. Eitthvað sagði við mig einhvern tímann að Trump svona náungi sem að endur tekur alltaf bara það sem hann heyrði í síðasta partí og á kannski svolítið við að svona hann eiginlega bara að enduróma það sem að var svolítið svona stefnan innan flokks en svona svolítið í kyrþey en hann svona básonar því einhvern veginn út. En það Save America Act sem þessi breyting á kosningalögunum. Ég tók nú ekki eftir því að því ég horfði ekki á allar ræðina hvort hann hafi talað eitthvað sérstaklega þetta en ég veit ekki hvort að þið eruð inn í þessu máli. Ég nefndi hann eitthvað að Demókratar vildu svindla. Já, og það var aldrei verið eins mikið svindlu í demókrata. Hann nefndi þetta nafn en hvað nákvæmlega það var einmitt að hann sagði einmitt að ef þetta fær ekki gegn þá mesta svindl eins og hann notaði áframhaldandi kosningasvindl einmitt. En hver þessi breyting sem hann svona æstur í að sjá að verði á kosningalögunum? Já, þetta svona nokkra breytingar, ég þekki þetta kannski betur en hann vil gera það þannig að þú þurfir með meiri hætti staðfesta hver þú ert, þannig að þú hafir einhvers konar skilríki og þurfur að vera skráður kjósandi áður, en svo það einhver svona atriði sem að mér finnst ekkert mjög svona sjokkrandi, en það þetta með að hann vilji að alríkið hafi einhvers konar stjórn með eftirlit kosningar sem að ég held að hefur allavega veldur mörgum svona hugarangri hvað hann ætlist til með, hvað hann ætli sér það eða hvort að það muni hafa eitthvað jákvæð áhrif. Það þjóðnýttu kosningarnar sem eru fylkin fram kosningarnar og kosningarnar eru fylkismál og þau eiga að setja reglurnar þau hvers konar til dæmis skilríki menn þurfa að geta framsinn til þess að geta kosið og það sem Trump vill gera það þjóðnýttu kosningarnar, það sé alríkið sem einhvern veginn seti reglur þetta og lög. En svo náttúrulega sérstaklega vill hann búa til eitthvað svona yfirvarp yfir því að skipta sér af kosningum í þeim fylkjum þar sem hann sannfærður að mesta svindli sé, það eru þau fylki sem eru líklegast til þess að kjósa, hann ekki það sem hann telur segja möguleika á að kjósa. Enga vísbendingar að sé eitthvað alvöru kosningasvindlar í gangi. Nei, sem náttúrulega eitt af þessu fáránlega, en þetta eitthvað sem repúblikar tala í áratugi, það að það sé útbreitt kosningasvindl sem engar rannsóknir hafa nokkuð tíma geta sýnt fram á að sé. Þannig eitt svona útbreytt vandamál samkvæmt repúblikunum sem bara ekki til staðar. Ég hef aldrei séð eina einustu rannsókn sem bendir til þess að það sé raunveruleiki
það sé neitt annað en sko eitt hálmstrá hugsanlega á baku þarna, þessi einangru tilfelli sem engu máli skipta. En menn eru búin að gera úr þessu einhverja úlvalda hjörð af sko vandamálum sem þarf að leysa með því að þjóðnýta kosningarnar. Er einhverja líkur á að þetta nái framgöngu þessi tillaga eða þessar breytingar? Er þetta ekki, já, ég væntanlega kosið í Mér finnst eins og sko, þetta nei, ég held að það sé ekki líklegt að komist þessu, og það svo þú varst að spyrja áðan sko, fylgjaðins innan republikans, það muna það núna sko, menn þeir hafa nokkuð öruggar meir hluta í öldgadildinni, en í fulltrúadildinni ekki sko, hvað 218 versus 216 þingmenn, það er einn republikani sem skiptir sko, kýs með demokratunum, og þá ekki með meirihluta. Þannig sko að það standa gríðarlega veikt í þinginu nú, það koma í gegn lögum stór vandamál. Og þannig til dæmis sko með tollana sem eitt af því áhugaverfið þá, staðan það að hann hefði getað fengið sko stuðning þingsins við þessum tollum þegar hann að setja það á upprunalega vegna þess að þá eru republikanum með meiri hluta í þinginu og hann hefur ennþá þetta einhvers konar mandate úr kosningunum og hefði getað siglt hlutunum í gegn einhvern veginn á þeim forsendum, en núna hefur hann það ekki. Og ég held að sko tollamálun til dæmis eitthvað sem hann ætti að geta komið í gegn með reconciliation, þannig að þyrfti ekki aukin meiri hluta í öldungadeildinni. Reconciliation þarf það að þú sért að minnka fjárlagahallann og breytingar á tollum hlýtur að vera hægt að dressa upp þannig að þau sé draga úr fjárlagahallann, þannig að hann ætti ekki að koma í gegnum með reconciliation. En eins og staðan núna, þegar að sko stuðningur hans hefur sko minnkað þetta mikið, þá svona stórmál, tollamálunum mjög ólíkt að geti fengið meirihluta fyrir þeim og einhvers konar þjóðnýting á kosningunum sem meiri háttar breyting á sko bara valdskiptingu milli alríkisins og fylkjana. Ég á erfitt með að sjá að hann geti fengið sko meirihluta, geti smalað þannig öllum sínum og náð demókratum í öldungadeildinni nógu mörgum með þessi til þess að koma í brjóta aukna meirihluta. Ég held á erfitt með að sjá það. Sko hér á landi náttúrulega hljómar það mjög sérstakt eins og það í Bandaríkjunum á mörgum stöðum. Það þurfi ekki að sýna skilríki þegar þú ferð og greiðir atkvæði á kjörstað. Og svo krafa, ég heyri það alveg umræðinu hér að það hljómar mjög eðlileg krafa hér á landi að fara fram á skilríki. En sko Trump ætla sér rauninni bara eitt með þessum breytingum á kosningalöggjöfinni í Bandaríkjunum. Það að takmarka möguleika tiltekinna kjósendahópa að greiða atkvæði. Og vegna þess að við vitum það að það einhverjir hlutfall Bandaríkjamanna sem einfaldlega á ekki skilríki. Það einhver fátæki Bandaríkjamenn. Það eru fólk af afrískum uppruna, af rómverskum amerískum uppruna. Þetta eru allt kjósendahópar sem miklu meiri líkur á að kjósi demokrata heldur republikana. Hann einfaldlega að reyna með því að setja harðari reglur að þurfa að skrá sig fyrir kjördag og að takmarka möguleika á póstkosningu, takmarka og krefja skilríkja hjá fólk sem á ekki skilríki. Það að draga úr líkum að þetta fólk mæti á kjörstað og geti kosið til þess að fækka atkvæðum demokratana. Það eina sem hann hefur. Það eina sem hann hefur í huga og eina markmið hans þetta, þó að það geti hljómað eðlileg krafa þetta sérstaklega með skilríkin, þá þetta einfaldlega bara staðan í Bandaríkjunum rétt eins og það eru stór hópur Bandaríkjana sem ekki hefur vegabréf. Því menn einfaldlega ekki að ferðast og þurfi ekki að sýna skilríki eins og við kannski þurfum að gera hér í meira mæli. Þannig að mér finnst mjög mikið að skoða þennan bakgrunn til þess að átta sig á hvað hann að reyna að gera. Og það liggur í því samanlega samt sem að sko, einmitt varandi það hvernig þetta horfur við Íslendingum, það ekki heldur þannig að hver sem geti dúkkað upp á kjörstað hvar sem í Bandaríkjunum og kosið, vegna þess að þú þarf að skrá þig sem kjósanda fyrst og það eitthvað sem við þurfum ekki að gera með þannig að Bandaríkjamenn þurfa að hoppa í gegnum einhverju hringi áður en þeir geta kosið. Þú þarft að skrá þig og svo það hitt sko það að reglurnar skilríki það ekki sko þannig að allstaðar gildi sú regla að hver sem geti mætt, menn þurfa að sýna með einhverjum hætti fram á að þeir séu þeir sem þeir eru
og síðan reglurnar það eru mjög breiður og þannig að eitt af því sem hann vill gera það að staðla þær reglur einhvern veginn og aldrei ekki setja þær reglur meðan fylkin geta verið að setja þær reglur sjálf. Þannig að til dæmis hvers konar skilríki gilda sem skilríki, hvers konar pappírar gilda sem sönnun á því að þú sért sá sem þú segist vera, þeir pappírar þurfa ekki endilega allir að vera með mynd, eins og til dæmis að þú getur sýnt fram á tryggingakorti, þetta Social Security Card, sem með nafninu og sem með Social Security Number og hver og einn einasti bandaríkjamaður hefur þetta og svo ef þetta stemmir við nafnið sem og númerið sem á kjörskrá sem þú hefur skráði, sumstaðar að það getur þú sýnt fram á mætt með reikninga fyrir hitaði rafmagni eða sanna búsetu og það sem nafnið þitt og annað eitthvað opinbert plagg bara en síðan reglurnar þessi skilríki eru þannig að það eru ýmis konar skilríki sem menn geta framvísað og ýmis konar pappir sem menn geta framvísað til að sanna hverjir þeir eru, þeir þurfa að sanna hverjir þeir eru. Það sem hann vil gera og eins og þú segir akkur þetta að þrengja þessar reglur og setja þetta og þetta er eitthvað sem repúblikanar reyndar hafa beitt eða hefur verið notað í Bandaríkjunum í kosningum til þess eins og kosningakæfingu að setja reglur skilríki pappir sem hún sýnir fram á sem gera það verkum að kjósendur hins flokksins eru ólíklegir til þess að kjósa og þetta hafa repúblikanar beitt meira og það til dæmis þá er þannig að byssuklúbakort með mynd gilda sem skilríki meðan að stúdendaskírteini gildir ekki vegna þess að stúdendur eru líklegir til þess að vera kjósa demokrata en háskólanemar. Þannig að það eru ýmislegt svona það sem hann vil gera bara að færa þetta valdi heim til sín þannig að hann geti skrúa því eins og hann vil. Mér finnst þetta einmitt bara mjög mikilvægt að því að og fyrir mig líka að þú veist bara að heyra þetta þá gæti maður er hérna á Íslandi, maður gæti haldið þetta væri bara einhver eðlileg krafa en að bara þetta komið fram og líka bara fylkin eru svo ólík að þau verða að hafa stjórn og geta tekið tillit til sinna borgara og kosningaþátttaka í Bandaríkjunum er miklu minni heldur hún er hér almennt og það er bara erfitt að kjósa nú þegar í Bandaríkjunum. Það er samt með kosningaþátttaka í Bandaríkjunum er sem þetta, Bandaríkjumenn af kjósundum á kjörskrá af þeim sem á kjörskrá er kosningaþáttakan mun betri en hún lítur út fyrir að vera og svo þurfum við að hafa það með í huga að Bandaríkjamenn er að kjósa á 2 ára fresti þannig að kosningaþáttaka Bandaríkjamanna er ekki minni en okkar þótt að fyrstu sín lítur nú þurfa að vera Bandaríkjamenn eru stöðugt að kjósa gríðarlega mikið og það er eitt af því sem er ekki vandamál í Bandaríkjunum er það að fólk sé ekki að mæta kjörstað. Það er ekki partur af veikleika lýðræðisins í Bandaríkjunum endilega að fólk sé ekki að mæta kjörstað, það vil ekki kjósa. Heldur er það að fólk hefur ekki trú á því að stjórnmálamennirnir séu þarna til þess að sinna þeirra að gera það sem þeir eigi að gera eða bæta úr þeim vandamálum sem þeir eigi að bæta úr. Og það er þessi jarðvegur fyrir þessa gerjun á hægrivænginu sem við vorum að tala um áðan sem við erum eftir að sjá svolítið hvert fer. Af því það er líka sem þú nefndir Baldur með þetta, J.D. Vance og þessi kalla hvert þeir eru eftir að vera hérna langan tíma. En þeir eru ýmis konar, þessir menn. Og það ertu með eins og Tucker Carlson sem dæmi, sem ég held við ættum ekki að afskrifa sem mögulegan forsetaframbjóðanda. J.D. Vance er svolítið að reyna að tala inn í það krát, en það eru ýmsir aðrir. Utanríkisráðherrann sem meira frjálslyndari skilur ekki eins með mikla harlínu stefnu miðað við marga aðra væri þá líka alveg möguleiki hann hefur reynt á því fyrir sér og var ekkit ólíklegt að hann reyndi aftur. Ég held að það sé líka, Rubio geti gert það, en ég held líka, en ég myndi segja þegar við erum að hugsa næstu frambjóðanda repúblikana, þá myndi ég segja að við ættum að hafa Tucker Carlson á þeim lista sem mögulega frambjóðanda. Eitthvað stæðilega sé hérna, er eitthvað körk? Ég fannst það mjög ágætis pæling, Það er svo vannað, en það eru, þessar ýmis konar hreyfingar á hægrivægnum og hverjar þeirra verða ofan á og hvers konar það er alveg klárt mál, það er mikið af róttækri jaðar hægri mennsku í gangi en hún er af dálítið ólíkum toga og hvert hún fer og svo er það þitt sem ég var að segja áðan sem ég held að sé mikill er það nóg til þess að ná meirihluta. Þú segir áðan Baldur það er skipting á milli hver er það er
sláttut, einu stundin er demokratar og svo það repúblikar. Hins vegar annað það að bandarísk stjórnmál hafa tilhneigingu til þess að það sé annar flokkurinn hefur einhvers konar undirtöku í stjórnmálunum og það langt tímabil. Það sem síðan demokratar og eftirstríðsárunum eru með nokkuð solid meirihluta og svo eiga sér staðið einhvers meira áttar realignments. Við erum ennþá inn í einhvers konar stóru realignment í Bandaríkjunum og repúblikanir eru búin að vera að dreyma það að það sé að við séum einhvern veginn morgun nýs viðvarandi valdaskeiðs repúblikana. Bush til dæmis lét sér dreyma það að engineera þetta realignment. Þetta var eitt af því sem Karl Rove var alltaf að tala var það að búa til nýtt tímabil valda repúblikana. Trump náttúrulega lát sér dreyma það og þessir jaðar hægri hópar allir mismunandi dreyma það að þeir verði burðar ásinn í því. Ég á eftir hvernig mun það líta út og svo hef ég efasemdir raunverulega að það sé nógu solid hugmyndafræði eða hún geti sýnt fram á þannig árangur að þeir geti byggt á því einhvers konar varanlegt varanlegan basis fyrir völd. En talaðu repúblikanna, þá eru demókratar jafnvel í meiri vandræðum heldur en repúblikanarnir. Ég held að það sé einmitt alveg rétt. Já, hvernig ætla þeir að haga sínu málflutningi fram að næstu kosningum sem við erum í haust eða ég tala ekki fram að næstu forsetakosningum. Ætla þeir að bjóða fram yfirlýstan sósíalista eins og borgarstjórinn New York sem boða velferðarstefnu svo í rauninni var samt bara hefðbundna svona kratisma orðað eða þannig eða þá eins og ríkisstjóran í Kaliforníu sem er svona aðeins gælur líka meira við svona til hægri öðru hvoru svona sem er gagnrýninn á Trump Ég meina ég á eftir að sjá að Bandaríkin gætu meiri hluti bandaríska kjósenda færi að kjósa eitthvað sem telur sig fyrir yfirlýstan sósíalista. Ég veit að borgarstjórinn New York ekki að fara fram en ég þannig að það er mikill vand á höndum. Hvernig ætla allir að nálgast innflytjendamálin? Ætlar að tala fyrir lokun landamæra, harðar eftirliti, taka Trump upp eða opnara? Skilur þetta eru rosa erfið mál. Þeir töpuðu líklega að tala 2 milljónum atkvæða út af málefnum Gaza í síðustu kosningum. Skilur þið? Já, svona róttaka vinstrið er algjörlega horfið. Já, þannig að þeim er mikill vand á höndum. Það hefur borið svo lítið á þeim og maður velti fyrir sér hvort þau séu bara aðeins að halla sér aftur og leyfa Trump og republikanaflokknum að svona self-sabotage, ég veit ekki, en þetta er auðvitað bara megin spurning hvað kemur þannig frá þeim. En mér langaði aðeins að því hún nefndir Eriku Kirk, þá ef það væri einhver, þá væri það kannski hún. Ég hef heyrt hann Friðjón tala það oftar en einu sinni í þessum þætti að fyrsta skipti sem að kona verður forseti Bandaríkjanna. Mér finnst það eiginlega of típist til þess að það gerist ekki. Já, einmitt. Hafið kannski eitthvað smá skemmtanagildi fyrir eitthvað, en það gæti gerst. Já, það verður svona áframhald. En með þessi innflytjendamál og með að því að ég fór að hugsa þegar vorum að tala á þann að þrátt fyrir að það sé talað á ólíkan hátt núna heldur en að hefur verið gert áður að þá eru kannski stefnurnar og raunverulegu fjöldi þeirra sem er til dæmis verið að vísa á landi eða þá eru svona raunverulegar stefnur ekkert bara rýma við það sem hefur verið innan republikanaflokksins áður og þá veltir maður fyrir sér nú er þetta þá bara þannig að eins og fólk hefur talað og var svona mikið að hann sé bara að gera það sem hann segir og sé svona einmitt komið fram grímulaust og allt það og er það þá ekki bara svona gott en þá finnst mér líka mikilvægt að hugsa það, ekki bara í samhengi við Bandaríkjanna, en svona almennt er að þessi ég veit ekki hvað að kalla þetta, þessi að koma svona einmitt fram, þrátt fyrir að stefnurnar séu kannski sambarilega við það sem hefur verið áður eins og í innflytjendamálum í Bandaríkjunum og að koma svona fram og tala svona hefur raunverulegar afleiðingar á þessa innflytjendur sem búa í Bandaríkjunum er að átök hafa aukist og það er svona viðhorf gagnvart ákveðnum
minnihlutahópum bara innflytjendur í Bandaríkjunum að finna fyrir þessu, ekki bara ICE heldur bara að finna fyrir breyttu landslægi. Það erfiðar að vera sérstaklega ekki hvítur innflytjandi í Bandaríkjunum núna og það bara það búið að búa til ákveðna svona stemningu þar sem það leyfilegt og það alvarlegt í sjálfu sér þrátt fyrir að stefnan sé kannski svipuð en svo gæti það samt verið að ég veit ekki en svo gæti það farið að snúast við að því að eins og við höfum talað áður að þá hafa þessar aðgerðir í innflytjandamálum eins og með ICE og þessi morð og þessi börn í varðhaldi, þetta hefur bara gengið fram af fólki, þannig að núna í þessum nýjustu könnunum, það var bara hópurinn sem telur að á móti stefnunni í innflytjandamálum, hann hefur bara stækkað og líka meðal fólk sem hefur kjósenda republikanaflokksins. Þetta of mikið og þetta hefur verið Þetta átti ekki verið svona ljótt. Þetta átti að vera ljótt. Já, frá Trump átti þetta að vera ljótt. Þetta átti að vera sýning. Þetta var svona ákveðin svona sjokkfaktor. Ég held að Trump hafi bara ekki átt vonaði að þetta myndi ganga fram á svona mörgum. Hann átti alveg vonaði að þetta myndi ganga fram á demókrötum og það var það sem hann vildi. Hann vildi fá svona sýningu fólk út á götu að slást demókratar berjast fyrir réttendum ólöglegra innflytjanda og hann geti verið að, sjáðu. Þau öll klikkuð og stór hættuleg hryðjuverka fólkið okkar. Þeir fóru fyrsta lendi í vandræðin þegar þeir fóru að drepa hvíta bandaríska ríkisborgara. Þá fóru þeir fyrsta lendi í vandræðin. Og litla drengin með bláu húna. Það dálítið svona stórt skref þegar stjórnvöld fara að drepa í svona eigin borgara. Og það það sem þeir voru að gera og fólki eðlilega finnst það dálítið langt gengið að stjórnvöld sé að taka af lífi ríkisborgara síns eigin samlanda þeirra og það öðru vísi alveg skiljanlega og þess vegna skiljanlegt að það hafi snúið viðhorf fólks og ég held að þetta sé síðan svolítið það sem ég var að tala áðan sem akkurat þetta það eftirspurn eftir svona pólitík og það náttúrulega ástæðan fyrir því að hann gerir þetta og þeir trúa því að það sé sem sagt meiri eftirspurn eftir þessu en síðan reyndin það vandamálið og það það sem við erum að tala áðan sem þetta það eftirspurn eftir þessari pólitík annars væri hann ekki að rekana það í einhverjum parti af kjósendahópnum mikil eftirspurn eftir henni en það nóg til þess að halda völdum ég hef efasemdir það og það eru kannanir eins og þú segir akkurat þetta kannanir að sýna það að það það ekki leikriti fóru einfaldlega of langt. Allavega þessa vikuna. Það er ótrúlegt með Trump einhvern veginn og svona málefni Bandaríkjanna þessa dagana að það breytist allt mjög hratt og maður ég hef aldrei velt bandarískri pólitík fyrir mig svona mikið eins og akkurat núna. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma Baldur Þórhallsson, Margrét Valdimarsdóttir og Magnús Helgason og eins og ég segi þá bara, við veitum ekki hvað kemur í næstu viku en við komumst vonandi að því. Takk svo mjög. Þá gefið það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is